Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Það náttúrulega mikið að gerast í pólitíkinni, mikil óvissa, atburðirnir gerast hratt. Ég hef nú verið að reyna að fá í þennan þátt einhverja borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Það hefur nú ekki gengið vel, þeir vilja ekki vera í sviðsljósinu núna. Ég ætlaði að fá aðstoðarmann Ólafs Magnússonar, Ólöfu Guðnýju. Hún ætlaði að koma en afboðaði sig á síðustu stund í gærkvöldi, þannig að menn eru svona frekar tregir til að láta draga sig fram í kastljós fjölmiðlana og segir kannski eitthvað ástandið, en við fáum hérna á eftir Svandísi Svavarsdóttur, Dag B. Eggertsson, Valgerði Sverrisdóttur og Pétur Blöndal. Við ætlum svo í lok þáttarins að tala við Vilhjálm Bjarnason kaupréttarsamninga og ofurlaun, en við byrjum svona á því að hitta upp hérna með Jóhanni Hugsinni, útvarpsmanni, fjölmiðlamanni, Örnu Schram, blaðamanni og Reyni Traustasyni ritstjóra. Við ætlum svona aðeins að reyna að gera okkur grein fyrir stöðunni. Ég meina, þetta bara, það svona spenna í loftinu, Reynir. Hvað ímyndur þið að sé að fara að gerast? Já, ég held að það sem að gerast það annars vegar bíður fólk eftir Geir Haarde. Hvað gerir hann? Hann hefur ekkert gert fram að þessu. Vilhjálmur að hugsa sinn gang og ég held að flesti vildu bara að hann myndi standa upp, halda andlitinu svona einhver leyti, en það stýrist bara næstu dagana hvort hann ber stimbrað á stöðuna í pólitíkinni, því að hann náttúrulega, maðurinn er svona búinn að vera í þeirri merkingu eftir að hafa sagt ósatt borgarlögmann, og ég held að þjóðin eða borgarbúið hefði getið fyrirgefið honum það að hafa farið út fyrir valdsvið í þessu reimáli. Þetta nú svona lenska hér að ráðherrar og valdamenn fara út fyrir valdsvið sitt, og það bara fyrirgefið. En það öllu verra þegar menn fara að segja ósatt og eru konur í þannig klandur, og þannig staða Vilhjálms. Ég heyri engan sjálfstæðismann sem mæli með því að hann haldi áfram, allavega og alls engi sem vill að hann verði borgarstjóri. Þannig að eins og ég segi, ég held í dálítið tímann að takna að fólk vill ekki koma helst fram og verja. Ég held að það sé nú ástæða fyrir því að sjálfstæðismenn eru svona dregir við að koma á þennan vettvang. Flokkurinn rótklófinn. Þó að menn hafi þrætt fyrir það hefur verið gefin út sér lína í flokknum að tala ekki klofninginn. Það féll ekki mjög góðan jarðveg þegar Þorbjörg Helga kom fram í DF og sagði að flokkurinn væri sárum. Línan hefur verið svo að reyna að þegja vandamáli, plástra yfir meinið, þó að grasseri þar gröftur og annað. En það bara gengur ekkert upp mikið lengur. Það komið að því að Geir ger eitthvað, en vandinn sá að ef hann stikka Vilhjálm til að fara, og nú veit ég ekkert hvort hann getur stikkað hann til að fara. Hann gat ekki, hann hafði hann var ekki með í ráðum þegar núverandi meirihluti var myndaður, vissi þetta bara jafnt og við hinn að Ólafur Magnússon var að vera borgarstjóri, og það mjög ómennilegt Sjálfstæðisflokknum að formaður hafi slík lausatök. Já. En það auðvitað veit Geir þá, og flokksmenn vita það að þegar vilji fer, þá stendur eftir valdabarátta inn í flokknum. Arna, það einmitt talað að Geir, nú þurfum við Geir að taka á skarið. Hvað segir mér stöðu hans í þessu sambandi? Geirs? Já, þetta allan mjög óvenjuleg staða hjá Sjálfstæðisflokknum, vegna þess að til dæmis þegar Davíð var formaður, þá sá maður ekki svona, maður sá ekki ólguna sem var undir niðri, maður sá enginn, það var bara afgreitt í lokuðum reykfylltum bakherrbyggjum og koma aldrei upp á yfirborðið. Það sýnir náttúrulega ákveðin veikleika í forystu flokksins, myndi ég segja, að þetta skuli koma svona, að þessi staða skuli vera komin upp. Já. Það eins og flokkurinn, það augljóslega mjög mikil vandamál í borginni. Vilhjálmur, það augljós óánægja meðal borgarfulltrúa með Vilhjálm. Hann vill greinilega ekki víkja til hliðar, og það engin, ég veit að það mjög margir sjálfstæðismenn sem líta til Geirs og forystunnar að þeir taki bara leysi þennan hnút, bara skikkan til þess að víkja til hliðar, og það sýnir í rauninni ákveðin veikleikamerki, rauninni að þetta skuli hanga svona bláþræði lengi. Það er búið að vera einhver ólga sem allir sjá í rauninni í marga mánuði, allt frá því að fyrri meirihluti féll. Og svo sjáum við líka fram á það að þessi hópur, þessi 6 menningar, hann getur ekki komið sér saman leiðtoga. Og það enginn sem svona
í rauninni bara tekur á skari líka með það. Hver verður næst, þegar Vilhjálmur víkur, hver tekur það við? Það er bara ólga innan hópsins. Það sögur að það verði kallaði til ykkur utanifrá. Það er nú, Reynir var að skrifa það daginn að það yrði hugsalega kalla til, að Guðfinna yrði hugsalega kallið til. Það finnst mér nú bara vera merkjum alltaf bara í rauninni sýnir svart og hvítu hvernig ástandi Hún byggði upp glæsilegan háskóla á Guðfinna. Jú, Guðfinna nefnd að þeim sem eru svona hóværari armur sjálfstæðisflokksins, þar að segja armurinn sem fylgir Geir, og Vilhjálmur er þar, Guðlaugur Þór. Það er fólk sem hefur að tala að Guðfinna geti komið að því þau get ekki fellt sig við Hönnubirnu. Málið mér skilst mér það að til dæmis þetta fólk sem styður Geir og Ingu Jónu og þessi hópur, hann er búinn að leggja undir sig hverfafélögin í Reykjavík, hann er mjög vel skipulagður, hann er búinn að leggja undir sig fulltrúaráðið og hann á þetta, þannig að í rauninni stjórnar hann flokknum, það hefur harðari tök á flokknum, skilst mér en Davíð hafði nokkuð tíma. Jóhann, ég spurði Reyni hvað gerist næst, hvað heldur að gerist næst? Það er rosalega lítil hefð fyrir því á Íslandi að menn segja af sér. Já, það gerir það verkum að þetta verður allt svo lítið vandræðilegt eftir því sem að þetta tegist á langinn og þetta er mjög leiðilegt fyrir Vilhjálm sem í þessari erfiðu stöðu núna að geta í rauninni ekki stigið niður með sæmd, heldur festist hann í einhverjum vef sem er stór hættulegu fyrir hann og kannski er hann búinn að eyðileggja meira fyrir sig núna á undanförnum 3-4 dögum en að nokkuð tíma þurfti. Ég reikna til dæmis alveg með því að maður eins og Björn Ingi Hrafnsson geti vel átt greiða leið inn í stjórnmál aftur ef hann nennir því og kýs svo einhvern tíma síðar. Af því hann fór með þeim hætti út. Og ég held að það hafi verið Þórlindur Kjartansson, formaður SOS, sem sagði hér einmitt í Silfrinu hjá þér Egill fyrir 2 vikum kannski að hér væri engin hefð fyrir því að menn stígi niður eða segja af sér og komi inn aftur. Það er þetta virðist vera ganga mjög svona rösklega fyrir sig til dæmis í nágrannalöndunum hérna. Hér geti ég talið fjöldan allan af ráðherrum, bæði í Svíþjóð og Danmörku til dæmis. Ég geti nefnt hana Mónu Salín sem er núna, þú talað við hann meira segja í þessum þætti líka, sem er núna formaður sænskra jafnaðarmanna. Hún hrökklaðist frá árið 1995 út af Toblerone-máli. Hún hafði misnotað kort, opinbert kreditkort, eða misnotað, hún hafði keypt, hún borgaði skuldina og hafði nóturnar, en hvorki almenninginni fjölmiðlum þótti þetta nóg, sögðu að hún hefði tekið lán hjá sænska þinginu í 1 mánuð sem nemur þessum og hún sagði af sér, hún var aðstoðar forsætisráðherra Jörans Perssons. En nú er hún formaður? Nú er hún formaður sænskra jafnaðarmanna og líklegu forsætisráðherra á næstu árum. Og þess vegna er þetta, eiginlega finnst mér þetta bara grjótfúlt að þetta skuli ekki geta gengið með einhverju svona sæmd. Þetta er endalausu vandræðagangur og ásennilega rætur í íslenska svona stráka klíkuðu þjóðfélaginu, Þetta segir ekkert fallega sögum svona einn pólitíska kultúr. Ég veit ekki hvort að þeir sem að maður geta séð þessa fyrirsögn hérna á Fréttablaðinu í dag. Vilhjálmur er að skoða stöðu sína. Já, við sjáum þetta hérna. Og ég gróf upp hérna til gamans. Það stendur einmitt hann er að meta stöðu sína. Svo förum við 1,5 ár aftur í tímann, þá stendur hérna á Fréttablaðinu Halldór Ásgrímsson metur stöðu sín í stjórnmálum. Og það sem gerðist daginn eftir þá, ég var á Fréttablaðinu þá, það var að Halldór fór. Einmitt. Bara svona til gamans. Reynir, hvað segir mér ok, við erum sammála að það er valdabarátta í Sjálfstæðisflokknum. Hvað með þennan meirihluta sem í borgarstjórn? Ég meina, hann hlýtur að standa sér tætt, ég meina, það hlýtur að fara Ólaf F. Magnússon. Já, Ólafur F. er í umboði Vilhjálms eins í raun og veru. Borgarstjórnarflokkurinn bara er stikkaður til að fylgja honum einhvern veginn. Hann þessu bara stilt hann upp að það er Vilhjálmur og Kjartan sem að ræða við Ólaf og hann fellst á að verða borgarstjóri. Svo er hinum tilkynnta. Og meira segja á fundinum, blaðamannafundinum, þá vissu borgarfulltrúar ekki fyrir en bara mínútu áður en að þetta var allt sem var kynnt að Ólafur væri ekki með varamann. Þannig að Vilhjálmur er þarna enn einu sinni að
að stíga ofan á þessa 6 menninga sem að hefði áður gerst í Rey-málinu og ég held að það sé alveg einsýnt að fari Vilhjálmur þá Ólafur svona á hraðari útleið líka. Það mun aldrei ganga þau fallist á það að hann sé borgarstjóri. Það verða mikil átök allavega það mál og þetta vita menn. Þess vegna ef Vilhjálmur fer þá allt komið í bál og brand. En það líka heyri ég á sjálfstæðismönnum að menn að meta svo það sé bara betra fyrir flokkinn að vera í stjórnarandstöðu, byggja sig upp fyrir kosningarna, staðinn fyrir að fara inn í kosningabaráttu með þessa drauga fortíðarinnar sem allt Rey-málið, það Vilhjálmur og það að hafa sett Ólaf F. hann til valda. Það svona ávísun á stórfellt tap. En erum við að sjá nýjan meirihluta í borgarstjórn? Það má ekki kjósa, samkvæmt 17. lögum. Erum við að sjá nýjan meirihluta í borgarstjórn? Ég hefði ef ég ætti að gefa þessu fólki einhver ráð, þá væri það að setja Hönnu Birnu sem leiðtoga, láta það bara ganga eftir eðlilegri leið. Hún er annar maður. Reyna að mynda meirihluta með Samfylkingunni eða VFD, en þá kemur að því vandamáli að Tjarnarkvartettin eitthvað fóstbræðralag sem að hefur svarið að halda ekki fram hjá, eins og hefur nú verið að gerast allt þetta tímabil. Og ég held að sjálfstæðismenn átti sig á því að það líka svona dead end, að Dagur myndi hugsanlega ekki fallast á að fara með sjálfstæðisflokknum og líklega bara alls ekki. Ef að Tjarnarkvartettin heldur, þá sjálfstæðisflokkurinn dæmdur til þess að annarkvort að sitja upp með Ólaf og jafnvel Villa eða lenda í stjórnarandstöðu sem ég hugsa þó að væri bara farsælast úr því sem komið. Arna, hvað heldur þú? Ég hefði ekki bara öll að mynda nýja meirihluta, verður öll saman. Jú, ég held að ef Vilhjálmur fer, þá alveg ljóst að það verður spurning með þennan meirihluta. Það spurning hvort að því að hann var náttúrulega myndar, þá Villi og Óli sem myndu þennan meirihluta sem núna. Ef Villi fer, þá getum við alveg svort upp á það að það verði ný stjórnarskipti. En svo þú sagðir, þá gæti samt vandasmáli með svo náttúrulega spurning með Vinstri græna og Samfylkingu og hluta sjálfstæðishópnum. Ef Vilhjálmur fer ekki. En það verður bara, ég veist að kom bara ljós á næstu dögum hvernig, svo náttúrulega getur verið erfitt fyrir Ólaf að víkja Vilhjálmur fer, þannig að getur verið erfitt samt fyrir Ólaf að draga sér líka hlið, þannig að kannski, eins og þú segir, kannski situr þessi stjórn út kjördæmabili einmitt út af því að það svona bara út af prinsippunum, út af trúverðarleikunum til þess að halda andliti en það getur orðið mjög erfitt hins vegar. Við mögum ekki gleyma heldur hvað á meirihluti að vera. Hvað á að binda hann saman? Hvaða málefni að gera það? Nú hefur allur þingheimur niður í borgarstjórn komist að því að þetta megi nú aldrei gerast aftur og það er höfð fögur orðum það að fólk ætli að læra þessu og aldrei að detta í þennan pitt aftur. Ég held nú reyndar að menn hafi nú bara verið að vinna að því að krækja í 10 milljarða svona business as usual og gert þetta svona með einhverju svona í einhverju laumuspili. Það var orð sem var reyndar kippt út úr draugunum. Þetta laumuspil, það mátti ekki vera af einhverjum ástæðum inn í skýrslunni. Ég held að þetta sé bara lenska íslenskri pólitík, þannig hefur þetta bara verið. En hvað á þetta snúast? Við skulum taka bara eitt dæmi. Þeir eru sammála það borgarfulltrúarnir allir að orkulindirnar hér í grenndinni við höfuðborgina og veitufyrirtækin eigi að vera í opinberri eign. Síðan kemur þessi sami flokkur sem í þessum vandræðum, Sjálfstæðisflokkurinn, og sest ofan á frumvarp á ríkisstjórnarplaninu þar sem að kveðið á að þetta sama, að orkulindirnar skuli vera í þjóðareign eða einn sveitarstjórnar. Og þá spyr ég mig, hvað vill flokkurinn þessi stóri? Reynir sagði hann rótklofinn, hvað hann klofinn? Ég held einmitt að í honum séu tveir ekki bara valdabarátta einstaklinga, ég held hann sé nefnilega klofinn svona grundvallaratriði líka, sem að er svona atriði sem að klauf eða sem sagt olli í raun og veru þessum vandræðum upprunalega í Rey-málinu. Það er að segja að sexmenningarnir bökkuðu, gátu ekki fellt sig við þetta fyrirkomulag og hvernig að þessu var staðið. Og öðrum fannst allt í lagi eins og Vilhjálmi að vera í þessu samkrulli við stóru kapitalistana. En síðan er þetta niðurstaðan núna í dag og ég held að flokkurinn verði líka að gera upp við sig
sko hvað hann raunverulega vill eignarhald á orkunni. Þannig að það að koma þetta frumvarp Össurar og það klífur flokkin líka. Já, það standi í þingflokknum. Orkufrumvarp Össurar, það sem gert ráð fyrir að auðlindir séu í eign þjóðarinnar sem reyndar eitthvað sem að margir þingmenn Sjálfstæðisflokksins vilja nú ekki fella sig við sem þegar kvótakerfið á í hlut eða fiskveiðið. Nákvæmlega, þeir eru bara fylgjandi séreignarétt á auðlindum sem fiski í sjó sem öðru. Já. Og þeir geta bara ekkert fellt sig margir við það að sé yfir höfuð bókstafur einhvers staðar í lögum hvað þá stjórnarskrá eitthvað þjóðareign á auðlindum. Það eitt í þessari skýrslu sko, sem mig kannski langar til að vita meira. Ég meina, þessi skýrsla svona, við tölum kannski meira hann á eftir, hún pólitískt plagg hafa menn sagt. Það meira aðkomu peningamannana. Ég finnst það einhvern veginn sko, ekki nógu vel skýrt. Ég meina, hvað var að gerast með þessa peninga? Já, sko, varðandi þessa peningamenn, þessa kaupsýslumenn sem að vilja fara í útrásina, að það held ég ekkert upp á þá að klaga. Það ekkert að ætlast til neinsaðum. Þeir eru að stýra hlutafélögum sem í einkaeign, í séreign og þess vegna fjölskyldufyrirtæki og hvaðina, og þeir hugsa bara og eru á kaupi við að hugsa sína sérhagsmuni. Þeir hafa enga félagslega ábyrgð. Nei. Það bara rugla að halda því fram að stórfyrirtæki hafa einhverja félagslega ábyrgð. Það ekki til inn í orðabók þeirra. Ef þeir taka upp félagslega ábyrgð stórfyrirtæki, þá það vegna þess að þau hafa einhvern hag af því sem varðandi ímynd fyrirtækisins eitthvað því. En það kjörinna stjórnmálamanna að bera ábyrgð á því og ráða fram úr þessum hlutum. Þannig að ábyrgðin í þessum efnum finnst mér fyrst og síðast vera hjá auðvitað kjörnum fulltrúum. Það bara ekkert hægt að fara frá því. Já, það dálítið merkilegt. Það sem merkilegast það að samningurinn milli Orkuveitunar og Rey hann fer út í bæ til endurskoðunar. Það sagt frá því að það séu svona svokallaðar track changes í stjálinu og það spurning hver sendi þann samning til FL Group eða lögmanna FL Group til þess að skoða hann. Þetta samningur sem milli Orkuveitunar og Rey JC Green og allt það. Svo næsti samningur samrunnin sem allt annað mál. En það svolítið skrítið að þessi samningur skulle hafa farið út í bæ á meðan að það eru pólitíkusar og stjórnendur Orkuveitunar sem eiga að sjá þetta allt. En það miklu meira eftir í þessu máli. Ég veit að því að meirhlutinn á sig þann draum að hausa hjá Orkuveitunni, að láta Hjörleif Kvaran fara Guðmund Thoroddsen. Alla nema þá sjálfa. Já, en að þið eru svo veikir þá geta það ekki. Nei. Sko, það kom fram krafa að á síðast ári að Orkuveitu Reykjavíkur breytt í hlutafélag. Það reglan hér í öllum nágrannalöndum og það undanfari einkavæðingar. Þessi krafa kom frá aðstoðarforstjóra og forstjóra. Auðvitað kemur þessi ekki krafa nema bara fyrir það að eigendur og fulltrúar eigendana leggja þetta til. Þið berið fram þessa tillögu, strákar mínir. Já. Og þannig þetta. En þeir eru kannski í frekar vondum málum líka, Hjörleifur og Ólafur F. Magnússon talaði einhver þetta bera ábyrgð. Ég var svona að velta hver hann var ábyggilega ekki að tala Villa Vincent. Hann hafi örugglega verið að tala þá í Orkuveitunni. Mér finnst mjög sérst að tala það að bera ábyrgð. Þessi skýrsla í rauninni, mér finnst hún ágætis tilraun til þess að sýna almenningi og borgarbúum hvað gerðist, en hún að mörguleyti ekki trúverðug vegna þess að þeir sem koma að málunum að semja skýrsluna og að semja orðalag líka síðustu daga og vikur áður hún birt. Það sem ég finnst að vera aðal í rauninni niðurstaðar skýrslu það að það er enginn látin bera ábyrgð á þessu og reyndar hafa þau útskýrt það hvers vegna það sé. En mér finnst svolítið aumt að vera að kalla eftir því að embættismenn beri ábyrgð. Það eru þeir sem eru kjörnir fulltrúar okkar almennings til þess að gæta þess sem þeir eiga að gæta og það er að segja eigna almennings og borgarbúa. Það eru þeir sem bera ábyrgð þegar upp er staðið. Og í rauninni það borgarstjóri þegar æðsti yfirmaður borgar. Við spyrjum pólitíkusana það hér á eftir. Reynir, Arna, Jóhann, takk fyrir fáum Svandís í dag, Valgerður Sverris og Pétur Blöndal.